Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Forseti, hér erum við á algjörlega makalausum tímum þar sem við erum orðin að algjöru atlagi í alþjóðasamfélaginu, allt í boði núverandi valdhafa. 70% aðspurðra vildu að hæstv. ráðherra Bjarni Benediktsson myndi segja af sér. 3% treysta næstkomandi hæstv. forsætisráðherra sem ráðherra í því ráðuneyti sem hann situr nú. Mig langar því að spyrja í ljósi allra atburðanna og í ljósi þess að það er ekki snefilla auðmýkt. Það hefur enginn beðist afsökunar. Það hefur enginn komið fram fyrir þjóðina á þann veg að við getum hætt að upplifa okkur eins og við séum í einhverju fáránlegu Daríó Fó leikriti. Nei, áfram skal halda og setja puttann á einhvern annan en sjálfan sig og ég skynja að það er nákvæmlega sama hugarfar eins og var þegar rannsóknarskýrsla Alþingis kom og sumir þingmenn Sjálfstæðisflokksins tjáðu sig á þann veg að þeir gætu ekki beðið eftir að þessi skýrsla myndi hætta að þvælast fyrir. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra atvinnu- og sjávarútvegsmála að því hvort honum finnist nóg hafa verið gert til þess að endurheimta traust og trúnað gagnvart þjóðinni og gagnvart alþjóðasamfélaginu. Mig langar til þess að spyrja hvort hæstv. ráðherra taki undir þær hótanir sem hæstv. fjármálaráðherra var með hér í gær gagnvart minnihlutanum að ef við hleypum ekki gegn öllum þingmálalista ríkisstjórnar þá ætlið þið bara að hætta við. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti, það er ekki siður minn að vitna til funda sem menn eiga með svona forsvarsmönnum flokka, en ég get hins vegar sagt það að á þeim fundi komu ekki fram neinar hótanir. Þetta var samtal þá fordæmalausu stöðu sem við erum í og það var mjög mikilvægt að eiga þann fund og ég þakka fyrir þann fund. Og eins og við höfum lýst þá eru mjög mörg stór mál sem bíða hér inni til þess að leysa, sem við þurfum að leysa, sem við teljum að það séu mun stærri þjóðarhagsmunir fyrir heldur en að ganga til kosninga nú. Og ég býst við að margir geti verið sammála okkur það. Er nóg að gert? Það eru auðvitað fordæmalausar aðstæður og hlutir sem hafa gerst í þessari viku. Forsætisráðherra hefur stigið til hliðar. Við höfum ákveðið að ljúka þeim mikilvægu verkefnum sem þarf að ljúka og ganga síðan til kosninga. Er það nóg? Auðvitað þurfum við að gera hér meira. Það löng hefð fyrir því, eða við getum í það mesta sagt að það sé í það minnsta síðan árið 2008 að hér brast traust til stjórnmálamanna, stjórnvalda, fjármálakerfisins og það mikið verk óunnið enn. Og það sem nú blasir við að við þurfum auðvitað að taka á því með hvaða hætti það gerist. Við höfum meðal annars fengið mikla athygli á liðnum árum fyrir frábæra vinnu sem við höfum verið að vinna að. Og við erum með mikla athygli fjölmiðla heimsins á okkur í dag. Og við eigum auðvitað að nýta það tækifæri til að sýna fram á hvernig annars vegar við höfum komist í þá stöðu að vera hér með endurreisn, langt komin með endurreisn þjóðfélagsins eftir að það hefur hrunið til grunna og hins vegar hvernig við ætlum að taka á þessum málum af mikilli skilvirkni og festu. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls. Forseti, mér finnst ég ekki hafa fengið almennileg svör hér og ég var ekki að vísa í samtal á milli formanna flokkanna heldur bara það sem kom fram á blaðamannafundi ykkar í Stiganum og óska ykkur til hamingju með stigamannastjórnina. En mér langar að spyrja hæstv. ráðherra af hverju í ósköpunum hann telji að það séu þessir flokkar sem séu hinir einu sem geta klárað afnám hafta. Telur hæstv. ráðherra að það sé virkilega svo að
að þið njótið trausts og trúnaðar til þess að klára þá vinnu. Af hverju geta ekki einhverjir aðrir flokkar gert það? Þetta hefur verið unnið hér í þverpólitískri samvinnu á þinginu og af hverju getur það þá ekki haldið áfram þó að þið séu ekki með ykkar nöfn tengd við það? Það er ekkert endilega í þágu þjóðarhagsmuna að nafn núverandi fjármálaráðherra sé tengt við þessi afnám. Eða hvað þá sá forsætisráðherra sem nú hefur aðeins stigið til hliðar en ekki sagt af sér. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti. Það eru fjölmörg mál sem við höfum verið að vinna að, eru langt komin, sem er eðlilegt að við ljúkum. Það skiptir miklu máli fyrir samfélagið. Langstærsta málið er afnám hafta og mál sem tengjast þeim. Þar hefur verið unnin frábær vinna, bæði á grunni þess sem áður hefur verið unnið, en ekki síst eftir að við settum mjög öflugt fólk til verka í þeim geira, komum hér inn með löggjöf sem samþykkt var hér á þinginu og höfum síðan unnið eftir því með skýrum hætti og við fengum meðal annars erlenda sérfræðinga til að taka þátt í því. Hver er þeirra dómur? Það segir að þetta sé einstæður árangur. Þetta sé árangur sem verði án efa settur í skólabókardæmi það hvernig eigi að fara út úr slíkum aðstæðum og hér er ég vitna til Lee Buchheit. Það er eðlilegt að við klárum þessi verkefni, þau eru langt komin og setjum ekki þá óvissu hér upp í íslenskum stjórnmálum að það takist ekki að ljúka þeim á tilskildum tíma.